sem eru hér samankomin á bæjarstofstofunni Fjarðabyggðar og ég bið ykkur velkomin á 314. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann hér setta. Fundurinn er tekin upp og Steinsteinn beinni svo heim á heimasíðu Fjarðabyggðar. Á dagskrá fundarins í dag er fundargerð bæjarráðs númer 712, fundargerð eignarskipun umhverfisnefndar númer 289, fundargerð hafnarstjórnar númer 263, fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 38, fundargerð barnaverndarnefndar númer 130. Eitt almennt mál eru fundarliðir 6 endurskoðun aðalskipulagsgerðar 2007-2007. Þá gangum við til dagskrá og fyrsta dagskrá fundargerð bæjarráðs númer 712 og orðið er laust hana. Bæjarstjórn Já, sem sé bæjarstjórn það er komið hérna á kannski eitt mál í þessari fundargerð bæjarráðs sem er liður 3 í þessu sem er bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu sem var álagning vatnsgjalda og umfjöllun gjalds frá vatnsveitna en þetta er nú þess að komið núna vegna þeirra umræðna sem staði í fjölmiðlum og hefur nú þauðt við formann Neytendasamtakanna um þetta mál bara þess að fara yfir svona hérna frá okkar hlið sem er ekki tilkomið vegna þess að einstakling sem kærði Orkuveitu Reykjavíkur vegna arðgreiðslu og sem saðinni sem hefur Reykjavík félag sveitarfélaganna á Suðurlandinu og það er kært svo arðgreiðsla við framhaldandi í ráðið kemur þessa distingu ég er svona að gera ráð fyrir þetta verður rætt frekar en á vettvangi ég tel að svona ég veit ekki alveg fórsæðis sem þessi ráðið leggur fram þetta kemur skýrt fram að það er að ræða taka fjármagnsgjöldum þegar að í vatnsveitu sem er að ræða fjármagnsgjöldum lánsfyrirkomulagi og raunverulega gegn sama hlutverki ef þeim er lagt til fé úr aðhaldum sveitarfélaga. Ef sveitarfélag leggur byrði fé þá þarf að reikna á það aðhaldin líkt og lánsfyrirkomulagi er ræða. Það er svona, þú veist, menn þurfa bara að skoða mjög mjög máli, ég er ekki að taka til arðgreiðslu, við erum í miklum vatnsframkvæmdum við síðustu ár, eigum ýmsar framkvæmdir eftir vatnsveitu og þetta taka á tíðina í tengslum það vegna það er náttúrulega mikilvægt ekki bara fyrir allar innviði, það er nauðsyn vatns og það er góð gæði og annað slíkt. Við höfum farið í umfangsmikla og þetta umfangsmikla framkvæmd þeir í þeim flokki í þeirri starfsemi en er heimast eftir. Mér finnst svona, þú veist, mér fannst reitt hátt höggs í margum umfjöllum þetta mál síðasti. Ég held að það sé alveg ekki að sveitarfélög hafi borgað milljarða á vatnsveitum. Ég kannast ekki við það heilt yfir og held að svona umræðar við erum svolítið að horfa á þessu og hafa það í huga. Hvernig er þessi svörum því? Svo er þetta bara leiðinlega tækifæri hér og segja frá að það var álagning hér síðasta laugardag við það var vegum Laxá það kækir nýjan fóðbáma sem er að fara hér út í tengslum við Laxeldsins síðan vöxt á sama tíma er líka komin ný slík eining með fiskveiðstöðvar á Fáskrúðsfjörð sem sýnir svona högg sem er í Laxeldinum og er ánægt að sjá hjá okkur. Og síðan í dag síðan til hann ekki með skip, Hörgur, Ankáar var að koma hafnarskipti og er glæsilega til flótar og eru í okkur sjávarútvegsfyrirtæki og verður nú sérstök athöfn helgina á sunnudagi sé rétt það sem við gefið nafn og símstyrkur það er ástæðan fyrir hamingjum með þessar miklu fjárfestingar sem munum að styðja atvinnulífið hjá enn frekar. Og í glæðið pósti. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Það er engin beðið orðið, þannig að ég bið fundargerð bæjarráðs 712 samþykkja merki. Hún er samþykkt með nýju greipum atkvæði.
Þá eru komin í lið 2, fundagerð eignaskipis umhverfisnefndar númer 289 og orðið laust þessa fundagerð og ég ætla að taka næstu máls. En liðið 1 í fundagerðinni, það einhvers konar aðskipulags og Atli Geirsson ráðgjafi allt komin á fundinn undir þessu lið vegna vinnunni við endurskoðun aðskipulagsins og nefndin samþykkti fyrir sitt leyti að auglýsa tillögu að endurskoðun aðskipulags Fjarðabyggðar 2020 til 2040 og vísa henni til afgreiðslu bæjarstjórnar og þessi lið verður tekinn hérna í sérafgreiðslu hérna á eftir. Það er lið 17 og þar var farið frumdrög og skýrslu Eflu vegna mikilvægs í Breiðabliki, húsnæðisveitarfélagsins á Mýrargötu 18 í Neskaupstað og ásamt kostnaðarmati. En nefndin bókaði það að þessa niðurstöðu tökum mjög alvarlega og þegar hefur brugðist við og rýnt íbúð ásamt svokölluðum fundarsal og jafnframt að fól nefndin framkvæmdasviði að vinna áfram framkvæmda og kostnaðaráætlun ásamt forgangsröðun á endurútgjöldum á Breiðabliki, í Breiðabliki. Jafnframt að það er fundur með íbúum og þegar niðurstöðu liggur fyrir sá fundur er búin ef við hafa fund með íbúum sem var að þriðjudaginn síðasta og farið yfir stöðuna og það þurfti að rýma tvær íbúðir í viðbót en bæjarstjórinn mun fara betur yfir þessa vinnu og fara betur yfir stöðuna og þessa vinnu hér og jafnframt mun bæjarframkvæmdinni taka þetta fyrir þar sem þetta er ekki innan áætlunar hjá okkur, þetta verkefni. En orðið er laust fundagerð þessu, bæjarstjórinn Maríu. Já, fórseti, góða bæjarfulltrúar, svo kom kom þetta verkefni á þekkjum og fá þessi verkefni við og maður gjarnan vera lausa það og hérna það væri og náttúrulega í staðinn svo Breiðabliki sem íbúðir allra, það sem er mjög bæði hópur og sumir nefnilega einnig aðspurða. Það var mjög alvarlegt og þau tók mjög alvarlega ákvæðan því þegar fram kemur núna í vetur þegar það er að koma það er grunnsendir að það sé að finna myglu í svokölluðum fundursal eins og kom fram í máli forseta á neðri hæð hússins. Þá lokuðum við þeim sal af og ákváðum í framhaldinu að láta taka sýni úr húsinu til þess að átta okkur á fyrstulega það hvort það væri mygla, rökstuðningu það og hversu víðfeðmt vandamálið væri. Efla var fengið til versins sem að þekki þá þetta töluvert mikið núna undir mjög víð á landinu í þessum málum og það hefur verið mikið að gera bæði hjá Eflu og eins líka í þeim rannsóknarstofum sem úr þessu lesa. Þannig að það hefur tekið svolítið tíma að fá niðurstöðurnar. Fengu samt svona drög og á þeirri forsendu var rýmd fyrsta íbúðin og ákveðið að fara, það var lág fyrir alveg í þeim drögum að þar væri myglu að finna og þetta hreinsa allt út úr þeirri íbúð sem búið og búið að taka sýni að nýju og því að við þurfum svo að taka sýni þegar búið að hreinsa út og sjá hvort við séum búin að komast fyrir mygluna því að hún getur legið niður í steypu og í gólfum og lofti. Síðan náttúrulega eins og kom fram á þá fengum við niðurstöðurnar og endanlegar og það liggur fyrir að það þarf að fara í sams konar aðgerð í tveimur öðrum íbúðum þarna á sömu hæð. Við fórum inn á fund íbúð og fórum yfir það og síðan fór formaður skipulagsnefndar aftur daginn eftir og fór yfir frekar skýrsluna með. Þannig að ég held að við höfum svona brugðist eins vel við og gátum strax í byrjun. Þessar tvær íbúðin í þeirri íbúð sem leigir okkur íbúðum sem fyrst var rýmd er til húsa hjá ættingjum og við hefum núna unnið að lausnum fyrir hina tvo íbúðuna að koma þeim fyrir annar stað við þurfum að takast strax á við þær íbúðir og það er búið að finna á því lausnir í dag og ganga frá því þannig að þau geti flutt út og framkvæmdasvið
ásamt fjölskyldusviði að aðstoða þetta fólk við. Við munum koma húsgögnum í geymslu og annað slíkt því að það þarf að tæma það algjörlega, rífa innréttingar, rífa gólfvötni og slípa niður steip og stór hluta. Það er ljóst, það er ekki myglu sem betur fyrir að finna á göngum húsins en eitt slíkt, en það er ljóst að mygla samt annar staðar í húsinu í minna mæli og öðruvísi. Við munum þurfa að taka 3 íbúðir til viðbótar í sumar í minniháttar aðgerðir á sumahæð í innréttingum sem ekki jafn aðkallandi, en við höfum samið við íbúa þeirra íbúðum og láta okkur vita þegar þeir fara í sumar að bæ eins og maður segir og gefa okkur þá það tækifæri og eins líka íbúum almennt í húsinu farið þeir að bæ í sumar í einhver ferðalög eða eitthvað slíkt að láta okkur vita því að við munum þurfa að fara í vatnslagni í húsinu í heild sinni. Þannig að við getum unnið það verkefni svona smá saman. En þetta er það sem er aðkallandi núna. Við munum fara í frekari skoðanir á þaki hússins líka. Láta skoða það ennþá ítarlegra núna og til þess að við náum svona utan verkefni í heild sinni. En þetta er óhjákvæmilega munum þurfa að koma til viðaukagerð einhverju leyti á móti þessum, ekki segja bráðaaðgerðum sem við erum að fara í núna, sem snúa þessum 3 íbúðum og salnum til þess að uppræta það og síðan munum við taka þessi minni viðgerð í sumar en síðan þurfum við bara að horfa á verkefni í heild sinni þegar við sjáum umfangi svona endanlega hvað varðar þak og fleira. En það er ljóst að ytrabyrði hússins þarf á því að halda einnig inn í framtíðina að því verði lokað, líklega klætt, gluggaskipt og annað slíkt. Þetta er svona að reyna að ná utan núna og sjá hvernig getum við skipt þessum yfir. Þetta er heilmiklar framkvæmdir en þetta fyrst og síðast snýr að því núna að grípa inn í það sem þetta hefur beina snertingu við íbúa. Þannig að það er svona eins og við erum að vinna þetta núna. Það verður krefjandi. Orðið er laust fundagerð eignasamþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Næsta dagskrá er fundagerð hafnarstjórnar nr. 263 og orðið er laust þá fundagerð. Það er engin bið orðið, þá ber ég upp fundagerð hafnarstjórnar nr. 263 upp til samþykktar sem hann samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst á dagskrá er liður 4, það er fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar nr. 38 og orðið er laust þá fundagerð. Það er engin bið orðið og þá ber ég hana upp til samþykktar. Þeir sem samþykkja fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar nr. 38 gefur merki. Hún er samþykkt með öllu greiddum atkvæðum. Næst er liður 5, það er fundagerð barnaverndarnefndar nr. 130 og orðið er laust þá fundagerð. Það er engin bið orðið og þá ber ég fundagerð barnaverndarnefndar nr. 130 upp til samþykktar sem hann samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og það er eitt mál þar á dagskrá, liður 6, endurskoðun á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027 og ég mun mæla fyrir auglýsingu aðalskipulags 2020-2040. Tillögunni var vísað frá Eignaskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar. Tillögu að auglýsa endurskoðað aðalskipulag Fjarðabyggðar 2020-2040. Orðið er laust lið 6. Það hefur enginn beðið orðið, þá ber ég upp til samþykktar að til bæjarstjórnar að auglýsa tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020-2040 ásamt greinargerðum og uppdráttum. Þeir sem það samþykkja þessar skeiðmerki. Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. En þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar þann 24. júní með dagskrá. Þakka fyrir fundarsetuna og málefnalega umræður og segi hér með fundi slitið.